Það er sýningur hérna í Fusion, hvernig við getum tekið einhvern hlut, einhvern svona kubb eða kassa og svona mótað hann og eins og sé eitthvað svona leir stykki. Þannig að við erum komin hérna yfir í Fusion og hérna uppi er þessi fjólublái box sem heitir Create Form. Við ætlum að ýta á hann og þá getum við farið hérna í Create og valið Box og við veljum fyrst svona plane til þess að vinna og við veljum bara þetta hérna lárétta plane. Síðan fer ég hérna bara í miðjuna og ég ger einhvern svona kassa og það sem við ætlum að gera er að búa til eitthvað svona geimflaug eða eitthvað slíkt. Það þarf ekki að vera geimflaug, það má vera hvað sem er. En geimflaug er svona hugmynd. Herðu, já, vel þetta svona. Þá kemur upp svona valgluggi hérna og hérna vil ég að length faces sé 4, width faces sé 4 og height faces sé 4. Má vera meira en 4 er svona lágmark. Síðan viljum við að þessi haka við mirror og við ætlum að taka hérna width symmetry. Því bara það að þegar breytum einum endanum, kantinum hérna á boxinu, þá breytist hinn líka, en það verður svona symmetry í þessu. Þetta er ekki skylda, en ef þú ætlar að gera eitthvað eins og gameskip eða eitthvað slíkt, eða gameflaug eða eitthvað, að þá viltu hafa symmetríuna því það náttúrulega er eins báðum megin. Það er smellum OK. Þannig að þessi hlutur hérna er með nokkra svona faces, eða eins og sjá hérna svona snertifleti, nema við sjáum það ekki almennilega þegar við horfum á þetta stykkir. Þannig að við ætlum að breyta því með því að fara í þennan display settings hérna, smella hann, fara í visual style og velja hérna shaded with visible edges only. Shaded with visible edges only. Þarna sjáum við öll þessi yfirborð og grænlínan er sem sagt hvernig hérna symmetría virkar, hvaða ás eða hvaða átt. Ok, næst smellum við á hennan modify hnapp hérna, hann valinn og síðan getum við bara farið og við getum tekið eitthvað yfirborð eða línu eða svona hotpunkt. Þetta er sem sagt face, þetta er edge og þetta er vertex. Þannig ef ég tek til dæmis, segjum að ég vil taka hérna þetta hérna og ég vil búa til væng. Þannig ég get smellt á þetta og þá poppar upp svona valgluggi og það sem ég get gert hérna er að ég get snúið þessu á nokkra kanta. Þá er náttúrulega snúast líka hinum megin. Ég ætla að gera Ctrl-Z hérna til þess að undo þetta. Ég get farið í þessu stóru örvar og þá er ég að draga þetta út svona. Ég get líka farið í þessa hvítu fleti hérna og þá er ég að færa þetta upp og niður. Get ég fært þetta eftir í þessu plani. En ef ég ætla að tósta hérna svolítið langt út og ég gerir þetta svona, að þá kemur þetta svona mikið út og það verður rosalega stór faces sem ég vil ekki. Þannig að það sem við gerum hérna, við höldum allt inni, við þurfum ekki að gera þetta alltaf. Þetta er bara ef maður ætlar að tósa mikið út og þá viljum maður búa til nýtt surface eða nýtt face. Þannig að halda allt inni og fer á þessa ör hérna og sjáum síðan þegar ég tósa hérna út þá verður til nýtt face. Tósa þessu út, þetta er fínt, sleppi músatakkanum, þetta er bara svona, og ég ætla að gera þetta aftur, held allt inni, þá er aftur til nýtt surface. Svona, þá sjáum þetta hvað þetta lítur miklu betur út.
Við getum tekið nokkur surface, við förum hérna, smellum á þetta hérna, hvað gerist hérna? Ég náði að undo einhverju, en þetta er alltaf í lagi. Snúa hérna, og það sem ég langar að gera, ég langar að klemma saman þetta hérna, það sem er hérna fyrir aftan. Ok, ég ætla að smella aftur á Modify, og þess að ég ætla að sýna ykkur að maður getur valið mörg faces. Þannig að ég vil velja þetta face og þá held ég inn í Shift og ég get tekið þetta og ýtt þessu hérna niður. Ég vil líka taka þessi hérna surface, ýtt þessu hérna niður, þá krumpast það saman. En síðan er maður bara að fikta með þessa fítusa fyrst og fremst. Það er, maður getur valið línur, maður getur dregið þær til, upp og niður, maður getur snúið upp að þær og getur fært það til í einhverju svona plani. Og síðan ef þið viljið búið til nýtt surface, þá er það þegar maður er að draga hlutina upp eða teygja þeim, þá getur maður haldið allt inni, maður haldur allt inni, það verður til svona nýtt surface. Og eins og ég segi, það er gott í þessu verkefni að þið reynið að gera, það er ekkert mál að fikta og bara gera eitthvað eins og ég er að gera hérna. En reynið að gera kannski eitthvað flugvélalíkan eins og til dæmis er sýnt hérna í þessu hérna myndbandi. To manufacture this part. So it's quite a crude example, it's quite a quick example. Hérna sjáu þið svona dæmi einhver eldflug eða geimflug sem búið til. Þannig að þið getur reynt að gera eitthvað svona, einhverju svona geimflug. Það er verðugt verkefni fyrir ykkur.